Fyrir 26 árum fór ég í mína fyrstu sjóbirtingsveiðiferð austur á Klaustur. Áhugi fyrir veiðiskap var að gæjast aftur upp á yfirborðið, en ég hafði verið upptekinn að sinna annarri og að því mér fannst þá mun mikilvægari dægrastyttingu. Eftir sögustund heima hjá Óla Loga Kirkjubæjarklaustur og sjóbirtingsveiðar í einhverjum læk þar fyrir austan var ég algerlega sannfærður að verið væri að lýsa himnaríki. Nokkru síðar var ég kominn austur og farinn að flakka sjóbirtingslóð. Í Vestur-Skaftafellssýslu hef ég síðan komið árvist og lært að meta þetta ótrúlega land, frábærar árnar og sjóbirtingin sem í sérstöku uppáhaldi hjá mér. Í þessari fyrstu ferð veiddi ég flóði í Grenlæk, Hólma, Geirlandsá og Brúará í Fljótshverfi. Seinna komst ég að því að sjóbirting var að finna vítt og breitt landið og jafnframt hversu vanmetinn þessi sprettharði og stórskemmtilegi fiskur er. Lax, lax, lax og aftur lax var viðvarandi söngur á þessum árum. Með okkur í þessari ferð fríður flokkur áhugamanna fluguveiðar og almenna umhverfisvernd. Komdu með brauðið. Láttu mig hafa brauðið. Hvað er það? Í mörg ár fór ég nær eingöngu í Fitjaflóð og veiddi jafnan vel. Vatnið uppeldisstöð fyrir ungfiskinn og því afar mikilvægt fyrir afkomu sjóbirtingsstofns Grenlækjar. Breytingar þær sem gerðar voru á farvegi lækjarins valda því að sandurinn, sem reyndar á stöðugri hreyfingu, hefur smám saman verið að fylla flóðið. Þegar ég kom austur fyrst var vatnið alls ekki vætt, en í dag það vöðlutækt að mestu. Fyrir nokkrum árum þornaði svo efri hluti Grenlækjar algjörlega upp vegna ónógrar vatnsmiðlunar úr Skaftá og víst að það hafði áhrif á allt vistkerfi árinnar. Á dögum sem þessum þó ekki annað að sjá en hér sé allt í himnalagi og áin hafi jafnað sig eftir það áfall. Þeir sem ekki hafa afnóta bátum við flóðið í vondum málum. Aðferðin að sigla vatnið með athyglinni í lagi eða leggja við stjóra og vona að sjóbirtingurinn sýni sig. Gerum ekki bara hreint að við út. Halda mig niður. Ég veit að ég lagst djúpt í og hugsa djúpt. Þegar líður á sumar myndast mikill gróður í vatninu og sef og gróðureyjar tilvalið skjól fyrir sjóbirtinginn. Því getur smágára við sefkant verið ávísun á mikil læti. Hér það nýgenginn sjóbirtingur sem tekur í Óskari.
kekka sko. Alvar í þessu gíri. Skömmu síðar setur Sigurður í fallega bleikju. Sástu eini torfan sem að vildu eftir. Það eru svona 10 fylkingar. Ég fæ aldrei að njóta sannmælis. Já, það fannst það Og hann á hjá mér. Nú gaman. Fiskur á í hverju kasti. Sigurður, sjá þig. Undir kvöld gangan farin hjá, en það hvarflar ekki að mönnum að yfirgefa flóðið. Óskar Þórarinsson, skipper, djaskeggjari og sagnabrunnur frá Vestmannaeyjum og Sigurður Pálsson, flugunýtari, eiga ekki notalega stund. Einhvern veginn fer það saman að nýta flugur og segja sögur í hlýlegum veiðikofa eftir ánægjulegan veiðidag. Sigurður, sem veitt hefur í Vestur-Skaftafellssýslu í áratugi, fróður allt sem viðkemur ánum og sjóbirtingnum. Reynsla hans hefur getið af sér margar veiðiflugur, þar á meðal þekktustu sjóbirtingsflugur landsins, flæðamúsina. Hafa menn flykkt í fram í gríni að rétt væri að gera höggmynd af flugunni og koma henni upp við brúna yfir Skaftá. Hreint ekki svo galin hugmynd. Menn eru snemma á fótum og ákveður hluti hópsins að taka hrollin úr sér með stuttri ferð í ofanverðan Greinlæk. Hinir kúra undir sæng. Þeir eru síðaði við, menn sérðu, þeir vissu að við tæmum eftir 2-3 mínútur. Já, samt að loka. Lokaði hliðina. Já, það á að loka hliðina. Og hvorfur þeir að geta nokkur tíma gert neitt svoleiðis? Nei, Það var góðmenni alveg frem í hingum koma. Það var á þessum fallega stað sem áin þornaði upp fyrir nokkrum árum af mannavöldum. Á tímum upplýsinga og umhverfisumræðu var þessi uppákoma með öllu óskiljanleg. Lítið hefur breyst síðan þá. Við tölum umhverfisvernd á tyllidögum,
en minna raunverulegar aðgerðir. Ímyndum okkur stund hvernig umhorfs gæti verið á íslenskri veiðislóð eftir nokkra áratugi ef framheldur sem horfir og allt fer á versta veg. Íslendingar eru þá meðal stærstu eldisfiskframleiðenda í heiminum. Milljónir eldislaxa hafa sloppið út í vistkerfið. Morgunblaðið greinir frá í forsíðufrétt að engin fiskur hafi gengið í Vopnafjarðarárnar þetta árið. Villtir laxastofnar finnast ekki lengur og sjúkdómar herja að auki á allar silungsár sem aðgang eiga sjó. Stjórnvöld tala aðgerðir til að stemma stigu við ástandinu, en þjóðin veit að stríðið tapað. Þeir sem hrundu þessari óheillaþróun af stað hafa grætt í krónum og aurum talið, en tjónið óbætanlegt. Ég átti að spegla við því hvað hvernig það farið saman að vera skipstjóri og hafa áhuga á stangveiði. Nú komið arfavitlaust veður og menn leita skjóls blautir inn að beini. Það alltaf gaman að vera út að leika sér. Geirlandsá næsti viðkomustaður. Veðrið hefur gengið niður og við Mörtungu vel tekið á móti okkur af Ragnari bónda og óvenju kurteisum smalahundi hans. Það hennar piss þarna bara. Já, þarna klettin, þarna óður. Já, þessu steinninn í hinnu. Já, hérna. Það tímir ekki að geta það strax. Geirlandsá þekkt fyrir mikla sjóbirtingsveiði, stóra fiska, ægifögur gljúfur og mistök í fiskirækt. Mistökin voru að reyna að koma upp laxastofni í þessa fallegu sjóbirtingsá. Tilraun sem nú hefur verið hægt sem betur fer og verður vonandi aldrei endurtekin. Þó komið sér langt fram á haust virðist lítið fisk í ánni. Í Flatarhyl þó einn. Já, þetta bara svona. Þessi fisk má alveg fara þetta áfram upp í á. Leiðir skildu, en það höfðinglegt að missa þessa stóru. Gönguferð inn gljúfrin kyngimögnuð og ógleymanleg upplifun. Eða blessunin, hvort menn vilja hafa. Þetta dásamlega. Það það.
Á leiðinni niður eftir aftur reyna menn fyrir sér á nokkrum vænlegum veiðistöðum. Neðarlega í hinum stórglæsilega Höfðabólshyl greinilega verið að undirbúa hrygningu. Þar sem gljúfrin opnast ber óvænta gesti að garði og við fáum sýnikennslu í því hvernig bregðast skal við þegar vatnið tekur völdin. Stóískri ró þessa ævintýramanns við brugðið. Hann missir ekki einu sinni glóðina úr vindlinum. Veiðifélaginn aðeins varkári enda leiðin yfir vel vörðuð. Í bakaleiðinni taka menn enga sénsa. Aflaklóin úr Vestmannaeyjum tekur nokkur köst án teljandi árangurs og við látum gott heita. Við erum komnir austur í Fljótshverfi og það kalt. Sigurður Pálsson og ég erum orðnir einir eftir af annars þrautsegum hópnum. Við garðinn þar sem árnar koma saman sjáum við nokkra fiska á ferð og bjartsýnin hefur sig á flug. Það þó ekki fyrir en við erum komnir niður í Djúpá í skolað vatnið að við verðum fyrst varir. Menn sökkva gjarnan flugum þegar veitt í lituðu vatni. Hafa þær í stærri kantinum og oft skrautlegar með afbrigðum. Það svo ljótt að það stæðist allar kröfur. Það hægt að gera. Hér eru kjör aðstæður sjóurriðans og Sigurður setur umsvifalaust í vænan fisk. Hjá Sigurði tók hann rauðan nobler, sem afar skæð fluga og sums staðar bönnuð. Hvað það síðasta sem þér dettur í huga setja undir? Sagði vinur minn eitt sinn við mig í tregfiskiríi. Þurrfluga það síðasta sem þér dettur í hug að nota í mjólkurlitaðri djúpánni. Og því verður bústinn amerísk ættuð laxaþurrfluga fyrir valinu.
Allar fyrir hugmyndir mínar veiðar í skóluðu vatni fara fyrir lítið og ég sé mig í huganum gefa þessar fáu sökklínur sem ég á. Hann eins og ballettdansari, sagði dóttir mín eitt sinn við mig. Þessi 2 dagar sem við Sigurður veiddum í Fljótshverfinu voru ævintýri líkastir. Hver fiskurinn á fætur öðrum tók þurrflugu og þau ár sem ég hef veitt sjóbirting hef ég varla lent í öðru eins og er þá mikið sagt. Vinur minn Sigurður Pálsson átti svo síðasta orðið, eins og svo oft áður. En þessi fiskur fer ekki í land nema fullþreytt. Hann lætur ekki ljúga sig. Þeir eru líkir. Heimsókn okkar í Vestur-Skaftafellssýslu er lokið. Saman höfum við félagarnir fengið að upplifa allt það besta sem íslensk náttúra hefur upp á að bjóða.